þetta í fullscreen núna eða hvað? Já, birtist allt. Ok, gott mál. Já, góða kvöldi. Birgir heiti ég og ég framkvæmdastjóri í umhverfissviðs hjá Íslenska Gámafélaginu. Og bara byrja á því að þakka fyrir að fá þetta tækifæri til þess að fara yfir flokkunarmálin með ykkur. Og mér langar samt að fá að byrja á því að aðeins að kynna ykkur fyrir Íslenska Gámafélaginu, að því við erum nú nýir á ykkar svæði. En Gámafélagið það var stofnað 99 og það voru uppáðið 2 starfsmenn, en núna erum við orðin 270 og störfum allt land. Og okkar kjarnastarfsemi í sorphirðu, flokkun á úrgangi, útflutningi á hráefni til endurvinnslu og síðan hefur verið götusópun fyrir þá fyrirtæki og sveitarfélög. Við sjáum hálkueyðingu líka fyrir sveitarfélög og ríkið og fyrirtæki. Við erum til dæmis með hálkueyðingu á Reykjanesbrautinni og síðan erum við í gámaleigu og leigjum út flestar gerðar af gámum. Við reyndar ekki mjög mikið í svona skipagámum, en vinnuskúrar, krókagámar og slíkt, þar erum við mjög stórir. Og síðan erum við í ráðgjöf og fræðslu til þá fyrirtækja og sveitarfélaga flokkunarmál og endurvinnslu og svona umhverfismál í heild sinni. Nú, frá stofnun þá hefur fyrirtæki verið leiðandi í úrgangsmálum. Við vorum til dæmis fyrsta fyrirtæki sem innleiddi þessa 3 tunnu flokkun hjá sveitarfélagi. Við tókum líka í gagni fyrsta metanbílinn og áttum á tímabili flesta metanbíla á landinu. Við til dæmis framleiðum lífdísil úr steikingarolíu og eigum verksmiðju sem getur umbreytt notaðri steikingarolíu yfir í lífdísil, þannig getur nýtt á tæki hjá okkur. Nú síðan erum við í samvinnu við svona frumkvöðla fyrirtæki, eins og til dæmis Plastplan, sem lítið fyrirtæki sem tekur frá okkur ýmsar plasttegundir og endurvinnur þær og býr til nýja hluti úr. Síðan vorum við með átak fyrir 1,5 ári síðan sem hét Hættum urða, finnum lausnir. Og þar vorum við að hvetja fólk til að draga úr urðunúrgangs og reyna að finna hentugri farveg fyrir þá úrgangslokka sem við þurfum að losna við. Og svo kannski nýjast að við erum í samstarfi við Bambahús. Það frumkvöðla fyrirtæki sem að endurvinna það sem kallað bambar eða svona, þetta eru grindarkör sem eru notuð til þess að flytja inn ýmsa vökva og það hefur verið vesen að losna við þetta í förgun, en þeir taka þessa bamba og breyta þeim í gróðurhús. Það mjög gaman að taka þátt í því verkefni. Nú, við erum með starfsstöðvar okkar á Kóparsléttu 22 í Reykjavík, það rétt við Esjurætur, og við erum svona í flutningum eins og við erum að flytja úr Gufunesinu í Reykjavík þar sem við höfum verið frá upphafi. En síðan erum við einnig með starfsstöðvar á Reykjanesinu, í Stykkishólmi, Akureyri, Reyðarfirði og Selfossi. Og þaðan vinnum við út frá þeim stöðum vinnum við fyrir ýmsu sveitarfélög. Það eini staður á landinu sem við erum ekki að menna starfsemi, það eru Vestfirðirnir. En ef við komum okkur að kjarnamálsins, þá það breytingarnar í Dalabyggð hjá okkur á sorphirðunni. Og það taka gildi núna í maí. Og þá verður tekið í notkun svo kallað 3 tunnukerfi, þar sem brún tunna fyrir lífrænan úrgang, græn tunna fyrir endurvinnanleg hráefni og grá tunna fyrir restina þar sem þarf að urða. Samkvæmt þessu kerfi þá losun á öllum tunnum á 4 vikna fresti nema grænu tunni í dreifbýli. Þar losað á 6 vikna fresti. En það mun stærra ílát sem fer í dreifbýlið. Og brúnatunnan verður síðan losuð á 2 vikna fresti á sumrin. Það svona til þess að koma til móts við það ef fer að koma lykt af þessum úrgangi yfir sumartímann. En sumir spyrja sig af hverju erum við að flokka til endurvinnslu. Sumir vilja meina að þetta sé bara tómt vesen. Og ég ætla svona kannski aðeins að innbrá því hvers vegna við stöndum fyrir þessu og stöndum í þessu máli.
og fara síðan yfir hvernig á flokka í brúntunnuna og í græntunnuna. Svo aðeins að minnast á heyrúlluplast líka. Þetta hefur verið raun algengasta förgunarlega úrgangs á Íslandi. Það raun bara urðun. Og þetta bara felst í því að grafa hólu, sturta úrgangnum í hana og moka yfir. Og þetta þótti bara fínasta leið lengi vel en það ekki fyrir svona undanverðum árum, þá menn farnar átt að segja á því að þetta mjög slæmt umhverfislega séð. Við raun að menga jarðveginn í kringum urðunarstaðinn. Við að menga grunnvatn og sú mengun getur komið fram talsvert langt frá urðunarstaðnum og haft áhrif á lífríki. Og síðan við að menga líka andrúmsloftið. Vegna þess að upp frá urðunarstöðunum stíga gróðurhúsalofttegundir eins og metan sem að valda þessum gróðurhúsaáhrifum og hlýnun jarðar. Þannig að það verið að sporna við urðun og það stefnir í að urðun verið bönnuð innan fárra ára. Og málið að við alltaf að gera okkur betur og betur grein fyrir því að stór hluti þess úrgang sem við viljum kalla og við þurfum að losa okkur við ekki bara sorp, heldur endurvinnanlegt hráefni sem hægt að nýta áfram. Og með því að endurvinna það, þá við raun að tryggja lengri notkunartíma á þessum hráefnum og þá drögum við úr þörfinni að sækja þessi hráefni til jarðarinnar. Og þannig við að spara auðlindir jarðar. Endurvinnslan kostar líka minni orku heldur en frumvinnsla efna og þannig við að spara orku líka með því að endurvinna og draga úr mengun. Svona heilt yfir þá veldur endurvinnsla minni loftmengun heldur en frumvinnsla hráefnanna. Þannig að raun endurvinnslan mjög umhverfisvæn í alla staði. En ef við skoðum svo hvernig á að flokka, þá við eins og sagði áðan með brúna tunnu fyrir lífrænt heimilissorp, græna fyrir endurvinnanleg hráefni og gráa tunnu fyrir almennt sorp. Við ætlum að fara í gegnum þessar tvær fyrirnefndu tunnur, svo brúnu tunnuna hérna, og hún raun eingöngu fyrir lífrænan eldhúsúrgang. Þetta raun bara sem að fellur til í eldhúsin, svona matarkyns í raun. Í brúnu tunnuna má setja alla mataráganga og afskurð af grænmeti og öðru slíku. Þannig að í hana má setja ávisti grænmeti og brauð, kornmeti og kaffi og kaffifílterinn, eða kaffikorgin og kaffifílterinn. Og síðan má setja raun eldaða kjöt- og fiskafaganga. Við viljum ekki fá hrátt kjöt eða hráan fisk í moltugerðina og það svona helgast raun af bara starfsleyfi okkar. Við erum ekki með leyfi til þess að vinna sláturúrgang eða slíkt. Þannig þetta þarf að bara vera eldaðar matarleifar. En síðan egg og þannig mynda tepoka líka sem maður má fara í. Það þarf ekki að taka spottan af eða merkimiðan, en það þarf samt að tjekka á því hvort að grisjan á tepokanum sé nokkuð úr plasti. Það eru sumar tegundir sem eru með plastgrisju og sú tegund fer að sjálfsögðu ekki í lífræna hlutann. Og síðan við með afskurðin blóm og eldhúspapír og það vert að minnast á eldhúspapírinn að hann má fara með lífræna úrgangnum svo fremi sem hann hefur verið notað til þess að þurrka upp matvæli. Ef hins vegar við höfum verið að nota pappírinn til þess að snýta okkur eða eitthvað annað slíkt, þá fer hann í rusli. Og tannstönglarnir mega fara með í lífræna, en það þarf að passa aðeins að þeir gera ekki göt á pokana. Það er leiðilegt ef það lekur úr pokunum í tunnuna, þá þarf maður bara að þrífa þær oftar. En það mjög mikilvægt að þessu eingöngu notaðir maíspokar í brúntunna. Aldrei að nota plastpoka, vegna þess að sjálfsögðu brotna þeir ekki niður í jarðgerðarferlinu. Því að innihaldið í brúntunni, það fer inn í jarðgerð. Það sem búin til molta. En það sem kannski má ekki fara í brúnutunnuna, það fyrsta lagi plast. Og síðan það bleiur, þó að vissulega geti innihald bleianna verið lífrænt, en þá ýmis plastefni í bleium. Sláturúrgangur,
Nú misti ég glærurnar. Sjáu þið þeir ennþá glærurnar eða? Nei, það dutt út núna. Já, hvað gerist núna? Já, engan glæru. Nei, engar glærur. Nú prófum við bara Ég held ég var að flykta eitthvað. prófa að deila aftur bara. Já, nú eru byrjaði. Koma, já, við byrjuðum aftur, Já. þá fer ég bara á sama það sem að frá var horfið. Við vorum komin hingað og ég ætla að fara, hérna, við vorum hér. Og síðan erum við með sláturúrgang og hann á ekki heima í brúnitunni heldur, þó að vissulega sé hann lífrænn. En eins og ég sagði þá er þetta spurning starfsleyfi sem höfum og vinnsluleyfi á hráefnunum. Þannig við getum ekki tekið sláturúrgang. Og eins með kattasand og dýrasaur, það fer ekki í brúnitunnuna og heldur ekki ryksugurbókar, eyrnapinnar eða bómullannoðrar. Þannig þetta er í grunninn bara það sem fellur svona til í eldhúsinu. Nú ferillinn á þessu er sá að þegar við komum og tæmum brúnitunna og bíllinn losar á jarðgerðarsvæði hjá okkur, þar blöndum við lífræna úrganginum við stoðefni sem geta verið timburkurl og hrossatað. Blöndum þessu saman og setjum þetta upp í múga og þar fylgjumst við með hitastigi og öðru í framleiðsluferlinu og snúum þessu reglulega. Og eftir svona 6 til 8 mánuði þá tökum við moltuna og sigtum hana og þá er hægt að nýta hana í uppgræðslu eða gróðursetningu eða eitthvað slíkt. Og það mætti hugsa sér að rækta grænmeti með moltunni sem jarðvegsbæti allavega. Og grænmeti myndi síðan enda aftur í brúnitunni en það yrði svona ákveðin hringrás. Og við sjáum hérna myndinni fyrir aftan eða í bakgrunnum, þetta er hrúga af moltu. Þetta voru einu sinni matalegar. Og þetta er hráefni sem við búum til í raun. Og þetta hráefni nýtist einstaklega vel í uppgræðslu og við gróðursetningu. Af því að næringarefnin í þessu, þau losna hægt og rólega út í jarðveginn. En þetta virkar ekki eins og tilbúin áburður sem að raun losar mikið af næringarefnum á stuttum tíma. Heldur er þetta svona, hæglosandi og langtíma áburður. Og hér sjáum til dæmis tilraun sem var gerð í Bláfellabrekkum og borið molta á bara mela og 2 árum síðan var brekkun orðin iðagræn. Og þetta er svona, getur verið mjög gott í svona uppgræðslu vegna þess að eða moltan hún fýkur ekki úr eins og moldin gerir ef hún þornar. Þá erum við komin að grænutunnunni. Og í grænutunnuna fer svona blandað endurvinnslu hráefni. Pappír, bylgjupappír, plastumbúðir og smáir málmhlutir. Og hér sjáum við svona nánari útlistingu á hvað má fara í. Eins og bylgjupappír, þetta eru þessi hefðbundnu pappakassar sem við þekkjum. Þetta geta verið pizzukassar eða svona flutningskassar. Og varðandi pizzakassana, þá er í lagi þó að sé svona fitublettur í kössunum, en endilega takið allar sneiðar úr ef við þurfum ekki að fá afgangan af pizzunni í kössunum. En það er mjög algengt að við sjáum það hjá okkur á flokkunarbandinu. Og í tunnunum má einnig fara dagblöð og tímarit og raun allar tegundar svona pappír og prentara eða öðru slíku. Nú sléttupappi og fernur. Sléttupappi er svona utan af morgunkorni og öðru slíku. Þetta getur verið eggjabakkar, síðan eru það fernunar og það eru allar tegundir af fernum sem mega fara í. Plasttappinn má vera á, það þarf ekki að kroppa hann úr. En það er mikilvægt að skóla fernunar. Skóla fernunar svona 2-3, hrista vatnið úr og síðan brjóta þær saman og skilja í tunnuna. Síðan erum við plastumbúðir og það eru allar umbúðir bæði úr hörðu eða mjúku plasti. Þetta geta verið plastpokar,
hreinsefnabrúsar, skýrdósir eða plastfilma einhvers konar. Það getur verið plastbakkar undan kjötförum til dæmis. En það gildir að sama plastumbúðnar eins og sléttapappan, að umbúðnar þurfa að vera tiltölulega hreinar og tiltölulega þurrar. Það þarf ekki að setja þetta í uppþóttavél eða neitt slíkt, en það þarf aðeins að skola matarleifar úr þannig að ekki súrni eða úldni í tunnunni. Og síðan það málmhlutirnir. Þá erum við að tala svona minni málmhluti eins og niðursuðudósir, lok af krukkum, spritkertakoppana og annað slíkt. Við erum hins vegar ekki að tala hjólaskála, drifsköft eða bremsudiska, þó að sumir finnist það nú vera smærri málmhlutir. En þá erum við frekar að tala það sem fellur til svona innan heimilisins. Stærri stykkin eins og drifsköftinu og það þarf að fara með það á gammalsvæði. En það sem má ekki fara, það ekki síður mikilvægt, það til dæmis óhreinar umbúðir. Ef það ekki hægt að þrífa þær svo vel sé, þá enda þær bara í ruslinu. Nú leikföng, þau ekki heima þarna og ekki frauðplast, eða það að segja svona stórt frauðplast eins og utan á raftækjum og öðru slíku. Og ástæðan einfaldlega svo að við myndum fylla tunnuna alveg leið ef að þið væri að setja það í tunnuna. Það er langbest að skila svona stórum frauðplaststykkjum bara beint á gammalsvæði. Nú raftæki eiga ekki heima í græntunni og ekki tannburstar þó að þeir séu úr plasti, ekki plastmöppur eða bökunarpapír eða lyfjaspjöld. Lyfjaspjöldin eru raun samsettar umbúðir úr plasti og málmum. En tölum aðeins plastumbúðunar aftur. Það er mikilvægt að skóla flöskur og skóla matarlegur umbúðum og það er eins með þvottaefnabrúsa eða slíkt. Þó að sé hreinsefni í þeim, þá þarf að skóla restina í burtu. Þannig að umbúðunar séu raun hreinar og þurrar. Og síðan endilega passa að setja ekki svona, skaðlegan úrgang í græntunna eins og oddhvassa hluti eins og hnífa og ekki gler, vegna þess að gler getur brotnað í pressubílunum hjá okkur og svo endar þetta upp á færibandi þar sem hluti þessi flokkaður á höndum og þannig að það skapar bara slysahættu. Þannig að passa það að ekkert gler og engin oddhvassi hlutir fari í græntunna. Þetta er svo ferillinn á grænitunni. Þegar við losum tunnuna, þá keyrum við með þetta í flokkunarskemmu hjá okkur, þar sem við notum tæki til þess að grófflokka og síðan fer þetta upp á færiband og í gegnum svona skúr þar sem að fólk stendur við færiband og flokkar eða aðgreinir alla flokkana sem að mega fara í tunnuna, tekur plastumbúðina frá og málmurinn er svona mestu seglaðið frá, en síðan bylgjupappi og sléttupappi og dagblöð aðskili. Hver hráefnaflokkur fer síðan í pressun. Það sem við pressum þetta saman og bindum í stóra bagga, röðum síðan böggunum í svona skipagám, flytjum þetta með gámaflutningaskipum í endurvinnslustöð, þar sem búin til ný hráefni sem að gætu síðan aftur endað í græntunni. Og þetta er aftur svona dæmi hringrásina. Og bara svona rétt til gamans þá má nefna það að við flytjum árlega út til endurvinnslu 9 til 10.000 tonn af pappír og pappa. Og með því erum við raun að spara tré, vegna þess að pappír og pappír eru framleidd úr trjám sem þyrfti að höggva. En með því að endurvinna það, þá getum við sleppt að höggva trén og þetta sparar 170.000 tré á ári. Og það getur jafngilt skógi sem nær yfir 90 fótboltavelli. Þannig að þetta er umtalsverður umhverfislegu sparnaður að senda hluti í endurvinnslu. Síðan getur við notað svona skema til að aðstoða okkur við flokkunina og ákveða hvernig ná að flokka hlutina. Við getum byrjað að spyrja okkur ef við erum með eitthvað sem við þurfum að losa okkur við. Er þetta lífrænn eldhúsúrgangur? Ef svarið já, þá fer það bara í maíspoka í brúnu tunnuna. En ef svarið nei, þá þurfum við að spyrja okkur aftur, er þetta pappír eða pappi
er þetta málmar eða er þetta plastumbúðir. Ef eitthvað af því á við, þá má setja þetta í grænutunnuna og það má þá bara fara laust í grænutunnuna. En ef þetta er ekkert af því, þá er þetta væntanlega eitthvað annað og þá verðum við í raun að setja þetta í gráutunnuna. Og það er einmitt þannig sem við höfum að hugsa þetta. Við höfum að reyna að koma því sem við höfum að losa okkur við í endurvinnslu, annaðhvort í lífræna úrganginn eða í grænutunnuna. En ef það tekst ekki, þá erum við bara sætt okkur við að setja þetta í gráutunnuna og hún er þá svona síðasta, síðasta valið. Þannig við viljum hafa sem minnst í gráutunnunni. En ef við snúum okkur að heyrúlluplastinu, þá komum við og sækjum plastirbænda á cirka 2 mánaða fresti að með minnir. Og frágangurinn á plastinu er mjög mikilvægur að sé gengið vel frá plastinu þannig að við séum tryggum að við komum því í endurvinnslu. Og sko, okkur þætti voða vænt ef að hægt var að halda svartri filmu frá öðrum litum og flokka það þannig. Þannig að það væri bara sér baggi þá eða sér böggull af svartri filmu ef það væri verið að nota hana og síðan getur við aðrir liti verið saman. En það er mikilvægt að hafa plastið eins hreint og hægt er. Hrista allt, laust hey úr þeim og ekki vera með netin með og ekki mikið af mold heldur eða ægravegi. Það er sjálfsögðu í lagi þó að sé svona ryk á plastinu, sérstaklega ysta laginu og öðru slíku. En að hafa það bara eins hreint og mögulegt er. Það getur skipt verulegu máli upp á endurvinnslu gæði hversu hreint plastið er. Nú síðan að þjappa plastinu saman í svona viðráðanlegar einingar, þannig að starfsfólk okkar geti vippað þessu upp í bílinn þegar þau koma og geyma plastið á aðgengilegum stað líka, þannig að það þurfi ekki að vera elda þetta á bak við hlöður eða eitthvað, þannig að þetta sé bara aðgengilegt þegar bílinn kemur og auðvelt að koma að staði. Og þeir sem að sinna sorpbyrjunni í sveitarfélaginu, ég búin að fara 1 hring og sækja plast og þeir voru yfirleitt bara mjög ánægðir með bæði frágang og aðkoma plastinu. Þannig að kannski er óþarfi að nefna þetta en það er gott að hafa þetta samt í huga. En síðan erum við með aðra flokkar sem að falla til á heimilinu líka, sem að kannski eiga ekki heima í tunnunum upp við hús, eins og til dæmis perur og raftæki. En við erum samt að losa okkur við þetta. En perurnar þær geta innihaldið spilliefni og bæði flúorperur og sparperur það er innihald af spilliefni. Það er kvikasilfur í þeim perum. Þannig að það er ekki gott að setja það í rusli. Þannig að þeim ber að skila raun á gámasvæði bara sem perum. Og það er sér ílát fyrir þær. Og sama með raftækin, raun allar tegundir raftækja, að það ber að skila þeim á gámasvæði. Og báðir þessi flokkar eru gjaldfrjálsir. Það þarf ekki að borga fyrir förgun á þessu. Og það er alveg sama eins og segja hvaða raftækið eru, hvort þetta er sjónvarp, tölva eða eitthvað rafmagnsleikfang eða eitthvað leikfang sem gengur fyrir batteri, þá flokkast það raun sem raftæki. Og þá er því bara skilað á gámasvæði þegar það hefur runnið sinn endingatíma á enda, eða notkunartíma á enda. Og síðan erum við með ýmiss konar spilliefni og þau eiga heldur ekki heima í heimilistununum og á að skila á gámasvæðin. Og spilliefni eru raun efni sem bera svona hættumerki. Og ef að umbúðirnar bera einhverja af þessum hættumerkjum, þá raun þarf maður að skoða hvort að við sjóa þetta að losa sig við þetta í tunnuna, en það er einna helst rauði tígullinn með upphrópunarmerkinu sem að væri hægt að losa sig við í svona, kannski í grænu tunnuna ef umbúðin er tóm. Þetta merki þýðir raun að þetta er svona varúðarmerki meira og þetta kannski þýðir það að við meðum ekki vera að sprauta þessu augun á okkur eða vera að drekka þetta eða annað slíkt, en þetta er kannski ekki mjög hættulega efni. Þetta er ofta á þvottaefni og öðru slíku
og ef það búið að skóla þær umbúðir þá bara fínu lagi að setja þær í grænutunnuna. En ef hins vegar hauskúpumerkið eða mynd af manninum með stjörnumerkið á sem þýðir að sé krabbameinsvaldandi efni eða eiturmerkin, þá viljum alls ekki fá slíkar umbúðir í græntunnuna, heldur verður að skila því á gámasvæði, hvort sem það eru tómar eða hvort það sé einhver efnisleifar í þeim. En svona í lokin, þá bara vil ég minna á það að þetta flokkar sig ekki sjálft. Þetta verkefni sem við þurfum öll að takast á við og þetta gengur vel ef við bara gefum okkur smá tíma í að læra inn á flokkunarkerfið í sveitarfélaginu og allir taka þátt og þá gengur þetta vel eins og ég segi og við reynum að vera öðrum fyrirmynd. Þannig að enginn vill vera flokkunarsóðinn, þannig að allir vilja vera bestir, þannig að við peppum hvort annað upp í þessu. Það mjög mikilvægt að við séum öll að róa í takt og allir að róa í sömu átt. Þannig náum við ótrúlega góðum árangri, eða getum náð ótrúlega góðum árangri. Þetta bara eins og við séum á árabát. Ef fólk að róa í sitt hver áttina þá förum við ekki neitt áfram og snúumst bara í hringi. Það bara liðseildin sem skapar árangur. Og á lokum vil ég bara þakka fyrir og ef þið hafið einhverjar spurningar þá endilega skjótið þeim á mig og ég reyni að svara þeim. Já, takk fyrir þetta. Ætla ég aðeins að breyta hérna. Svona. Já, eins og ég sagði í upphafi, ef það voru einhver sem voru að koma í núna, að þá getið þið annarkvort skrifa spurningarna ykkar hérna í spjallið eða þá kveikt á hljóðnemanum og spurt. Það eru komnar hérna nokkrar spurningar og meðan þú varst að fara yfir efnið. Okay. Fyrsta spurningin verður molta frá gámafélaginu í boði á sumrin fyrir íbúa Dalabyggðar? Já, ég myndi fyllilega reikna með því. Það bara alveg sjálfsagt mál að koma með moltu til ykkar. Já, þá hérna önnur spurning. Gámafélagið með í athugun að fara með rúlluplastið í Hveragerði til endurvinnslu en ekki flytja úr landi? Já, við höfum verið í viðræðum við Pure North þetta. Það eru ákveðna það er verið að leysa í ákveðin mál varðandi flutningsjöfnun og öðru annað. Það er verið að leiðrétta þetta. Ég var að reyna að komast inn á fund þarna í Búðardal gámaþjónustuna. Allt í einu opnaðist það. Já, við heyrðum bara. Allt í lagi. Já, bye. En við erum sem sagt einmitt að skoða þetta og við reynum að koma eða velja umhverfisvænstu leiðina í endurvinnslu. Núna til dæmis hefur við verið að flytja heyrúlluplast, við förum með það bæði til Hollands og eins til Póllands og Pólverjarnir eru að endurvinna plastið og búa til plastfilmu sem við kaupum síðan að þeim. Þannig við erum að kaupa plast frá þeim sem endurvinnu úr heyrúlluplasti. Þannig við reynum að hugsa þetta alla leið alltaf, en við munum líka fara með í Hveragerði, það engin spurning. Já, þá hérna ein spurning ætlast til þess að íbúar noti poka í tunnurnar, það væntanlega við heimilin, já. Sko, það þarf náttúrulega að nota maíspoka fyrir lífræna í brúnutunnuna. En mjög grunar að spurningin snúist grænutunnuna fyrir endurvinnsluráðni, en þá ekki þörf á að nota poka undir ráðni. Það má safna saman pappír, plasti og málmum í einn dall inni, svo fremur sem að hann bara losaður út í tunnu, þannig allt fari laust í tunnuna. Ef fólk kýsa að flokka í poka, þá þarf að vera, hreinn hráefnisstraumur í hverjum poka. Þannig þá þarf að vera einn poki af plasti, einn af málmum, en ekki blanda saman í pokana. En við mælum bara með því að þetta fari allt laust í tunnuna. Já. Þá hérna önnur spurning. Við erum að spá með áburðarpokana, verða þeir teknir þegar bændur hafa lokið við að bera á? Já, ég myndi reikna með því að þeir eru bara teknir á sama tíma og heyrúlluplasti. En bara endilega hafa það aðgreint.
Þannig sé bara einn sekkur af áburðarpokum og ekki blanda þeim saman. Þá auðvelt fyrir okkur að flokka það úr bílnum. Já, það er verið að spá í hérna hvort að fyrirlesturinn verði aðgengilegur eftir á. Ég er að taka fyrirlesturinn upp þannig að hann verður aðgengilegur í einhvern tíma eftir fundin í kvöld. Það er síðan önnur spurningin að hólkar innan úr rúlluplasti, eru þeir ekki endurnýtanlegir? Jú, við höfum verið að safna þeim og þeir munu fara í Hveragerði í endurvinnslu. Mér skilst að verði komið, ef það er ekki komið, þá verði komið kar á gámasvæði fyrir þetta. Já, það er kannski ein spurning sem að barst hérna með öðru leiðum. Maíspokar, eru þetta það sama og lífniðurbrjótanlegi pokar svo kallaðir? Þarna erum við komin aðeins út í svona, hvað að segja, skilgreiningu og orðanotkun. Þetta er mjög mismunandi hvað fólk kallar svona. Það er nefnilega munur á hvort pokar eru jarðgeranlegir eða lífniðurbrjótanlegir. Það er ekki það sama. Og það er mjög mikilvægt að pokarnir séu jarðgeranlegir. Lífniðurbrjótanlegir pokar geta verið pokar sem hafa brotnað niður með einhverjum efnahvörfum, en þetta er raun maíspokarnir brotnað niður í moltugerð, þar sem örverur vinna niðurbrotið. Þannig að maíspokarnir eru jarðgeranlegir og það er mjög mikilvægt að nota eingöngu jarðgeranlega poka sem heitir compostable á ensku. Það er með hérna önnur spurning í sambandi við brúnutunnuna. Það er spurt hér, er það rétt skilið hjá mér að með brúnutunnunni skal nota maíspoka, það má ekki samna því í ílát inni og sturta úr ílátinni beint í tunnuna? Já, þetta er rétt skilið. Það er svona veldur vandræðum að hafa þetta laust í tunnunni. Við náðum aldrei að tæma tunnuna almennilega. Þá situr alltaf eitthvað eftir og það væri fljótt að maðka í henni. Það verður bara að segja alveg eins og sko. Þannig endilega nota poka. Svo er hérna spurning, hvað verður með svörtu ruslapókana samkvæmt nýjustu fréttum? Þessar nýjustu fréttir eiga eingöngu við Sorpu í Reykjavík eða á höfuðborgarsvæðinu. Aðrir hafa ekki tekið ákvörðun að banna svörtu ruslapókana. Þannig að það verður engin breyting í Dalabyggðinni allavega, ekki eins sem komið er. Já, einhverjar fleiri spurningar? Þið megið opna fyrir mækin hjá ykkur. Það var eina að byrjast inn eftir öðru leiðum. Ef við þurfum ekki brúnutunnuna, er þá hægt að fá til dæmis 2 grænar í staðinn? Þetta er kannski búið svolítið algeng spurning að fólk er að spá í hvort það þurfi að fá brúnutunnuna, þá þeir sem eru til dæmis með búfénað hænur og þess háttar. Það er kannski ekki alveg okkar að svara því. Þetta er kannski frekar sveitarfélagi sem þarf að ákveða það hvort það gefur einhvern slaka á því. Við höfum nú verið talsmenn þess að allir fái brúnutunnu og síðan látið reynsluna ráða hvort að hún er nýtt eða ekki. Vegna þess að ofta tíðum kemur það fólki óvart að sé einhver lífrænn úrgangur. En já, eins og segja, þetta er kannski frekar bara einhver spurning sem að sveitarfélagi þarf að taka afstöðu til. Já. Svo er hérna spurning, mun gámafélagi geta gefið út kolefnisvottorð vegna rúlluplasts? Já, kolefnisvottorð. Já, við gætum alveg gert það. Við vitum hvert það fer og hvar það endar og annað slíkt. En sko varðandi heyrúlluplasti, þá skiptir frágangurinn upphafi öllu máli endurvinnslu leiðina líka. Og leið og er komin einhver skítur eða mengun í heyrúlluplasti, þá hækkar kolefnissporið mikið. Við þurfum þá að eyða tíma og mannskap og vélarafli til þess að flokka það og hreinsa það og þá rýkur kolefnissporið upp. Þannig að það er að gera ef við viljum halda því niðri að eins og segja, ganga mjög vel frá því og passa að það verði ekki skítut eða blandist öðru. Já, svo er ein spurning, er hægt að endurnýta stóra olíubrúsa?
stóra olíubrúsa, ef við erum að tala kannski 20 lítra brúsa eða annað slíkt, þá, Ég býst við því. já, 20 lítra olíubrúsar, já, geta, við sendum þá í raun eyðingu, af því að þeir flokka sem spilliefni, umbúðir utan spilliefnum og fara ekki í raun efnislega endurvinnslu, heldur fara þeir í eyðingu. Já, einhverja fleiri spurningar frá þáttakendum? Það er ekki komið meira hérna í spjallið. Enginn sem vill bera fram spurningu. Þá hérna, já, kannski ein hérna, hvenær tunnurnar koma? Já, þetta er mjög góð spurning. Og ég glemdi bara að minnast á þetta. Sko, það er stefnt að því að fara að dreifa tunnum bara núna á næstu dögum. Ég held að það hefði farið ein sending vestur einmitt í dag. Þannig að það gæti bara verið byrjað að dreifa á morgun eða hinn, sennilega á, já, allavega á 50-daginn. Þannig að þið megi alveg búast við að það fara að poppa upp tunnur og endilega þá svona nota góða veðri til þess að koma þeim fyrir og festa þær, af því að þær eru fljótar að fjúka ef að þær eru lausar og tómar. Já, og þá minni ég íbúa á það að inn á heimasíðu Dalabyggðar má sjá yfirlit yfir þá sem hafa verið tilbúnir að gefa íbúum Dalabyggðar afslátt bæði að tunnuskilum og tunnufestingum. Það kom ein spurningin í viðbót, hvernig á að farga smur, olíu og svipuðum spilliefnum, olíu, síum og svo framvegis. Endilega skila því á gamasvæði. Við tökum það sem spilliefni þaðan. Olíu, síur, rafgeymar og annað slíkt, bara koma með það á gamasvæði. Já, við sjá hvort það sé að koma hennar spurning. Þetta er svona þegar allir samfélagsmiðlar eru í notkun, þá koma spurningarnar víða frá. Já, allt í góðu. Nei, það var ekki. Svo minnum við bara á það að þið getið alltaf sendt spurningar á dalir@dalir.is og þeim verður þá komið áfram til viðeigandi starfsmanns sem getur þá brugðist við erindinu. Og ef það er eitthvað svona, er með eitthvað sérhæft, þá getur líka haft samband við okkur hjá Gammafélaginu. Já, og minni þá kannski einmitt á það að fyrirtækin, Birgir, þau hafa þá samband beint við ykkur að gera samninga. Nákvæmlega. Það er bara hringja í 577 eða senda post á igf@igf.is. Eitt í lokin hérna að koma. Er hægt að kaupa auka klippikort á gámasvæðinu og geta fyrirtæki keypt klippikort. Það er hægt að kaupa auka klippikort hérna á skrifstofunni hjá okkur. Að fá aukakort hérna. En fyrirtæki, þau þurfa að borga, er það ekki með öðrum leiðum, Birgir? Nú man ég alveg hvernig þetta var útfært þarna. Klippikortin. Má ég kannski aðeins skjóta inn? Já. Sko, það eru klippikort á gámasvæðinu og fyrirtækin geta fengið klippikortin á gámasvæðinu en ekki hérna á skrifstofunni hjá okkur. Það sem við gerum er að við sendum bara reikning. Kortin tekið á gámasvæðinu, kvitta fyrir þeim þar og svo bara sendur reikningur eftir á. Já, afsakið þennan misskilning. Þannig að það er þá upp á gámasvæði. Já. Þá er þetta svona kannski allt orðið svona nokkuð skýrara eftir
þína yfirferð og búið að svara hérna fjölmörgum spurningum. Já, ég vona bara að íbúið séu jákvæði fyrir þessu og þetta sé skýrt og auðvelt. Við viljum ekki vera búið til vesen, þetta á að vera bara þægilegt að flokka í tunnurnar, aðgengilegt. Nákvæmlega. Og hérna, ég mun setja upptöku frá þessari kynningu á heimasíðuna einnig með þá svörum við þessum spurningum sem út á stóðu eða snýru þá að okkur hérna hjá sveitarfélaginu og hún verður aðgengileg í einhverja daga eftir. En mér sýnist ekki vera að koma fleiri spurningar, þannig að það þá bara spurningum að við þökkum Birgi kærlega fyrir komuna hérna rafrænt í Dalabyggð og þessa yfirferð. Já, takk fyrir mig og bara leiðilegt að ekki geta komið bara í heimsókn til ykkar. Það býður betri tíma. Glæsilegt. Þá þökkum við þáttökuna hérna í kvöld. Já. Takk. Já, bless. Bless.